nafni Guðs föður, sonar og heilags anda. Við skulum biðja. Almátti og miskunnsami Guð, þú sem ert veikum styrkur, þreyttum endurnæring, sorgbyttnum huggun og hinum deyjandi líf, Guð alls þolgæðis og allrar huggunar. Hjálpaðu okkur til að öðlast trú og von á þig og treysta nálægð þinni og kærleika. Fyrir Jesú Krist, Drottinn vorn. Amen. Sem lifur
Davíðssálmum standa þessi orð. Drottinn, þú hefur verið oss athvarf frá kyni til kyns, áður en fjöllin fæddust og jörðin og heimurinn urðu til. Frá eilífð til eilífðar ert þú, ó Guð. Þú lætur manninn hverfa aftur til duftsins og segir, hverfið aftur þér mannanna börn. Því að 1000 ár í þínum augum sem dagurinn í gær, þegar hann liðinn, já, eins og nætur vaka. Kenn oss að telja daga vora, að vér megum öðlast viturt hjarta. Amen. Heyr mína bæn, mildasti blæn, berðu kveðju mín yfir höf, sýndu honum saknaðar ljóð, vanga hans blíð, vermir þú sól, vörum mjúkum, kysstu hans brá, ástaróm, hvísla mér frá, syngið þið fuglar, ykkar fegursta ljóðalag, flytjið honum í indælum móði, ástarljóð mitt, heyr mína bæn, ára við strönd, blíð þú vaka, honum við bar, þar til svefni sígur á brá, draumheimi í, dveljum við þá, daga langa, saman tvö ein, heyr mínar bænir og þrá, syngið þið fuglar, ykkar fegursta ljóðalag, flytjið honum í indælum móði, ástarljóð mitt, heyr mína bæn, ára við strönd, blíð þú vaka, honum við bar, heyr mínar bænir og þrá. Svo ritar Páll postuli, enginn af oss lifir sjálfum sér og enginn deyr sjálfum sér. Ef vér lifum, lifum vér drottni og ef vér deyjum, deyjum vér drottni. Hvort sem vér þess vegna lifum eða deyjum, þá erum vér drottins. Því að til þess dó Kristur og varð aftur lifandi, að hann skyldi drottna bæði yfir dauðum og lifandi. Amen. Mér finnst ég varla heill né hálfur maður og heldur ósjálf bjarga því vel. Ef værir þú hjá mér vild ég glaður verða ber.
en ég eitt sinn verða allir menn að deyja. Eftir bjartan daginn kemur nótt, ég harma það en samt ég verð að segja að sumarið líður allt of fljótt. Við gætum sungið, gengið gleymt okkur hjá blómunum, rökkva ráðið stjörnumál, gengið saman hönd í hönd, hæglátt farið niður á strönd, fundið stað sameina beggja sál. Horfið nú sumarið og sólin, í sálu minni hefur gríma völd, í æsku léttu ís og myrkur jólin, nú einn ég sit vetrarkvöld, því eitt sinn verða allir menn að deyja. Eftir bjartan daginn kemur nótt, ég harma það en samt ég verð að segja að sumarið líður allt of fljótt. Ég gái út gluggann minn, hvort gangir þú hliðið inn, mér alltaf sýnist ég sjái þig, ég rýni út rifurnar, ég reyndar sé þig allstaðar, þá naturt það næðir hér og nístir mig. Rísið á fætur, þið sem eigið auðvelt með það, og heyrum heilagt Guðspjall sem hljóðar svo í Drottins nafni. Jesús segir, hjarta yðar skelfist ekki, trúið á Guð og trúið á mig. Í húsi föður míns eru margar vistarverur, væri ekki svo hefði ég þó sagt yður að ég færi burt að búa yður stað. Þegar ég farin burt og hef búið yður stað, kem ég aftur og tek yður til mín, svo þér séuð einnig þar sem ég er. Veginn þangað sem ég fer, þekkið þér. Tómas segir við hann, Herra, við vitum ekki hvert þú ferð. Hvernig getum við þá þekkt veginn? Jesús segir við hann, ég vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Og þannig hljóðar hið heilaga Guðspjall. Amen. Völlur grær og vetur flýr og
Sól slær silfri á voga, sjáðu jökulinn loga. Allt bjart fyrir okkur tveim, því ég komin heim. Að ferðalokum finn ég þig, sem mér fagnar höndum tveim. Ég komin heim. Já, ég komin heim. Sól slær silfri á voga, sjáðu jökulinn loga. Allt bjart fyrir okkur tveim, því ég komin heim. Að ferðalokum finn ég þig, sem mér fagnar höndum tveim. Ég komin heim. Já, ég komin heim. Ég komin heim. Kæra fjölskylda og vinir, náð sé með ykkur og friður frá Guði Föður og Drottni Jesú Kristi. Amen. Í Atómstöðinni, bók Halldórs Laxness, stendur eftirfarandi. Við erum öll næturgestir í ókunnum stað, en það er yndislegt að hafa farið þessa ferð. Þessar tvær setningar láta ekki mikið yfir sér, en segja samt margt í einfaldleika sínum. Eins og svo margt fleira sem kom frá Nóbelsskáldinu. En sem ég las þetta varð mér hugsað til annars skálds og heimspekings, Tómasar Guðmundssonar, sem orti Hótel Jörð á sínum tíma, ljóð sem ber með sér að djúpt var kafað í hina torráðnu gátu sem lífið er. Þetta segir hann: tilvera okkar er undarlegt ferðalag, við erum gestir og hótel okkar er jörðin, einir fara og aðrir koma í dag, því alltaf bætast nýir hópar í skörðin, og til eru ýmsir sem ferðalag þetta þrá, en þó eru margir sem ferðalaginu kvíða, og sumum liggur reiðinnar óskup á, en aðrir setjast við hótelgluggan og bíða. En það er margt manninn á svona stað, og meðal gestanna er sífelldur þys og læti. Allt lendir í stöðugri keppni að koma sér að og krækja sér í nógu þægilegt sæti. En þó eru sumir sem láta sér linda það að lifa út í horni, óáreittir og spakir, því það er svo misjafnt sem mennirnir leita að og misjafn tilgangurinn sem fyrir þeim vakir. Þetta er magnaður texti. Skáldið Tómas fer ekki út í þá sálma að ræða hvernig stendur á þessu ferðalagi eða hvar því ljúki. Í framhaldinu minnist hann að vísu á dauðan. Þar sem hann nefnir rukkaran mikla er sýnir reikningin að lokum og taki allt upp í hóteldvölina. En svo ekki meir. Reyndar er það nú svo að menn deila hvort eitthvað taki við
að dvöl þessari lokinni. Þó eru flest, ef ekki öll trúarbrögð mannkynsins, byggð á þeirri vissu að gestunum sé boðið í annað ferðalag, þar sem þægindin eru meiri og betri. Sá góði maður sem við kveðjum hér í dag var ekki í vafa hver það sem stæði að baki tilverunni. Hann sagði að Jesús Kristur væri sinn leiðbeinandi og vegvísir. Í þeirri fullvissu felum við þessa stund góðum Guði og allar minningar sem henni tengjast. Guðmundur fæddist í Reykjavík 27. júní árið 1943 og ólst upp í Laugarneshverfinu. Foreldrar hans voru hjónin Tómas Guðmundsson, fæddur 1909 og lést árið 1990, og Jóna Sigrún Ólafía Guðbjörnsdóttir, fædd 1912 og lést 2001. Guðmundur var næst yngstur af 4 systkinum sem eru Þórunn Ragna, Guðbjörn og yngstur Sigurður. Systkinin eru öll látin nema Sigurður sem búsettur í Ástralíu. Vorið 1961 lágu saman leiðir Guðmundar og Elsu, ungrar stúlku frá Hellissandi, og þau fylgdust að í gegnum lífið upp frá því. Hún heitir fullu nafni Elsa J. Elíasdóttir og fædd 25. desember 1944. Þau gengu í hjónaband á þessum degi 14. nóvember árið 1964. Guðmundur og Elsa hófu sinn búskap í Reykjavík en byggðu sér svo hús við Nesbala á Seltjarnarnesi. Synir þeirra eru 4, elstur Tómas, fæddur 1963. Hann á 3 börn með fyrrum eiginkonu sinni, Kristínu Þórhaldsdóttur, þau Guðmund, Tómas Helga og Heiðu Rut. Stjúpdóttir hans Erna Ósk Guðnadóttir. Unnusta Tómasar Sigurlaug Adolfsdóttir. Elías fæddur 1965. Eiginkona hans Míe Hetebo Knudsen, dóttir þeirra Silja. Börn Elíasar af fyrra hjónabandi eru Elsa Margrét og Alex, móðir þeirra Sigrún Hrönn Pálmadóttir. Guðmundur fæddur 1969, eiginkona hans Hanna Þrúður Þórðardóttir. Börn þeirra eru Gunnþór Tandri, Ísabella Þrúður og Lilja Þrúður. Yngstur Viktor, fæddur 1973, eiginkona hans Ragna Fanney Sóega Gunnarsdóttir. Börn þeirra eru Ísak Dagur, Viktor Franklín og Natalía Rós. Barnabörnin eru orðin 4. 16 ára gamall fór Guðmundur í hótel- og veitingaskólan og lærði framreiðslu og lauk þaðan meistaraprófi. Hann réði sig til starfa á þeim rómaða veitingastað Grillinu á Hótel Sögu og var þar yfirþjónn til margra ára. Einnig var hann framkvæmdastjóri félagsheimilsins á Seltjarnarnesi tíma. Haustið 1975 fluttu þau Guðmundur og Elsa með drengina sína hingað á Sauðárkrók. Þau keyptu Hótel Mælifell af foreldrum Guðmundar og ráku af miklum myndarskap til margra ára. Guðmundur var myndarlegur maður, mikill á velli og stór karakter. Hann var hraustmenni eins og hann átti kyn til, iðkaði íþróttir á yngri árum, spilaði knattspyrnu og fylgdist alla tíð með íþróttum af áhuga. Guðmundur hafði stórt hjarta og hlýjar hendur. Hann var trúaður og óhætt að segja að hann hafi lifað trú sína. Hann var bænamaður og aldrei leið sá dagur að hann talaði ekki við Guð sinn í bæn og þökk.
Guðmundur var réttsýnn og þoldi ekki óréttlæti í neinni mynd. Hann var grandvar, aðgætinn í orðum og hallaði aldrei orði á nokkurn mann. Jákvæðni og hjálpsemi einkenndu hann, en hann var alltaf boðinn og búinn að aðstoða og rétta öðrum hjálpar hönd. Frá Guðmundi stafaði góðvild og kærleikur. Hann hafði notalega nærveru. Í mannlegum samskiptum var hann eins og fiskur í vatni. Þau voru honum auðveld og eðlislæg. Hann mætti öllum á jafnréttisgrundvelli, sá alltaf það góða í öðrum, var óspar á hrós og hafði lag á að lyfta öðrum upp. Guðmundur var vinnusamur og vandvirkur, atorkumikill og aldrei verklaus. Hann var árrisull og hafði óvenju mikið þrek, svo ekki var annað hægt en að undrast hversu miklu hann kom í verk. Á árunum sem þau hjónin ráku Hótel Mælifell var oft lítill tími til að sofa. Þegar að hörðustu stuðboltarnir voru farnir úr húsi, þurfti að taka til og skúra, svo allt yrði tilbúið þegar hótelgestir kæmu í morgunmat. Matur og matargerð voru alltaf stór partur af lífi og starfi Guðmundar. Hann var mjög flinkur kokkur og kunni flestum betur að útbúa snittur. Þá list lærði hann ungur hjá foreldrum sínum, en þau ráku fyrstu brauðstofuna í Reykjavík, smurbrauðstofuna. Eftir að Guðmundur lagði af hótelrekstur gerðist hann vistarstjóri á heimavist Fjölbrautaskóla Norðurlands vestra og sinnti því starfi þar til opinberri starfsævi lauk. Þá bjuggu þau hjónin í íbúð á heimavistinni. Hann naut sín vel meðal unglinganna og eignaðist fljótt vináttu og trúnað margra á vistinni. Vinnustundirnar voru margar, en þó gaf Guðmundur sér tíma til að sinna öðrum hugðarefnum, eins og félagsmálum. Hann átti sér fjölbreytt áhugamál gegnum tíðina, var aldrei hálfvolgur í neinu og brann fyrir því sem hann tók sér fyrir hendur. Eitt af áhugamálum hans var hestamennska. Guðmundur átti 2 hesta þegar hann flutti á Krókinn og þeim átti eftir að fjölga. Hann byggði sér 14 hesta hús. Það var eitt af fyrstu hesthúsunum sem reis í hesthúsahverfinu Flæðagerði. Vakti það nokkra undrun og athygli manna að hann hafði kaffistofu í sínu húsi. Slíkt hafði ekki sést áður hér slóðir. Guðmundur var oft á undan sinni samtíð og var þekktur fyrir að vera veitull og gestrisinn. Tíma stundaði hann golf af kappi og hann tók einkaflugmannspróf og átti hlut í lítilli flugvél. Allt sem hann tók sér fyrir hendur gerði hann af öllu hjarta. Hann var opinn fyrir nýjungum og óhræddur við að pröfa nýja hluti, þekkingarfús og sótti ýmis námskeið. Hann fór til dæmis á Dale Carnegie námskeið, lærði skrifstofutækni og fór á mörg tölvunámskeið. Einnig lærði hann heilun og reiki sér til uppbyggingar og ekki síður til að geta hjálpað öðrum. Það gaf Guðmundi mikið að geta látið gott af sér leiða. Öll mannrækt var honum hugleikinn. Guðmundur var félagslyndur og munaði allstaðar hann. Hann var lengi félagi í Rótari og var félagi í frímúrarahreyfingunni í áratugi. Sinnti þar mörgum trúnaðarstörfum og árið 2023 var hann sæmdur starfsaldursmerki frímúrarareglunar á Íslandi. Þau Guðmundur og Elsa höfðu yndi af að ferðast og voru búin að fara víða. Flestar ferðir voru farnar til Spánar og Danmerkur. Síðasta utanlandsferðin var einmitt til Danmerkur að heimsækja Ella
og fjölskyldu hans þar. Þau hjónin ferðuðust einnig innanlands á húsbíl sínum og voru félagar í húsbílafélaginu Flökkurum. Guðmundur hafði ljúfa lund, var glaðsinna og mikill brandarakall. Hann var húmoristi, hafði óskaplega gaman af skemmtisögum sem kölluðu fram bros og hann gat verið meinstríðinn. En hann var fastur fyrir og það fór enginn neitt með hann og hann lét ekki ganga á rétt sinn eða sinna. Síðast en ekki síst var Guðmundur fjölskyldumaður sem var tilbúinn að vaða eld og brennistein fyrir sitt fólk ef þess þurfti. Hann var ykkur, afkomendum sínum og okkur öllum svo góð fyrirmynd. Síðustu misseri glímdi Guðmundur við heilsubrest og hann lést á Landspítalanum í Reykjavík þann 5. nóvember síðastliðinn. Guð hefur leyst hann frá þrautum og tekið hann í kærleiksfaðminn sinn. Far þú í friði, friður Guðs þig blessi, hafðu þökk fyrir allt og allt. Guð blessi minningu Guðmundar Tómassonar og Guð blessi þig sem þetta heyrir. Amen. Ýmsir gátu ekki verið með okkur hér í dag og biðja fyrir samúðarkveðjur og innilegt þakklæti og það eru Siggi bróðir og hans fjölskylda í Ástralíu, Björg Elíasdóttir sendir kveðju frá Spáni, einnig Jónsteinn Elíasson og Laufey Eyjólfsdóttir, Ingileif og Sævar, þau eru stödd á Spáni einnig, Jóna, dóttir Tótu og fjölskylda Reykjavík, Bjössi Tommi og fjölskylda, Ólafur Jónsson, Árni Gunnarsson sem þakkar vináttu og samstarf, Svala og Siggi, Elsa Sigurjóns og Ingi Sigvads og Bergrún Ingimars og Eiki Hilmis. Og innilegustu samúðarkveðjur til allra aðstandenda senda Halldór Ingi og Sigrún Ólöf. Halldór þakkar góðkynni og góðar minningar frá því að hann vann á Hótel Mælifelli. Dýpstu samúðarkveðjur til Elsu og fjölskyldu sendir Herbert Guðmundsson og þakkar hlýhug þeirra hjóna í sinn garð og ógleymanlegar móttökur þegar hann kom að skemmta á Hótel Mælifelli hér á árum áður. Og að lokum kveðja frá dagdvöl aldraðra, frá starfsfólki og skjólstæðingum þar, með þökkum fyrir yndislegar stundir, vináttu og öll hlýju faðmlögin. Og eins og þið sjáið aftan á skránni býður fjölskyldan kirkjugestum að þiggja veitingar í sal frímúraranna á eftir.
Við skulum biðja. Við þökkum þér, himneski Faðir, að við megum koma fram fyrir þig á stundum gleði og hamingju og leita til þín þegar sorgin þjakar. Heyrðu bænir okkar þegar við biðjum blessun til handa Guðmundi Tómasinni, bróður okkar, sem við felum þér. Í trú á þig höfum við stigið yfir frá dauðanum til lífsins. Styrktu þau öll sem hér kveðja og veittu þeim leiðsögn á komandi tíma. Uns við söfnumst öll frammi fyrir þér. Heyr þær bænir í Jesú nafni. Amen. Og allar bænir okkar felum við í bæninni sem Drottinn hefur kennt okkur og biðjum öll saman. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vora skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Endar sem gulnað blað
geymir óræð orð, eins og gamalt heit sem búið að brjóta. Þar ég, þar þú, þar allt það sem ástin okkur gaf. Rísið úr sætum. Lofaður sé Guð og Faðir drottins okkar Jesú Krist, sem eftir mikilli miskunn sinni hefur endurfætt okkur til lifandi vonar fyrir upprisu Jesú Krists frá dauðum. Jesús sagði: ég upprisan og lífið, sá sem trúir á mig mun lifa, þótt hann deyi. Af jörðu ertu komin. Að jörðu skaltu aftur verða. Af jörðu skaltu aftur upprísa. Veit honum drottin þína eilífu hvíld og lát þitt eilífa ljós lýsa honum. Hann hvíli í þínum friði. Drottin minn gefi dánum ró en hinum lík lifa. Amen.
Drottinn blessi þig og varðveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið. Í Jesú nafni. Amen.